Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þá ætlum við að ræða mál sem að mörgum finnst viðkvæmt, en það er ekki síst ef það er viðkvæmt sem mikilvægt er að ræða það. Það er að blossar reglulega upp umræða veikindi og veikindarétt og hvort hann er misnotaður. Ég held að við séum öll sammála það að veikindaréttur er ójafn á einkamarkaði og hjá hinu opinbera og það verður málþing undir lok þessa mánaðar þessi mál. Ég veit ekki hvort ég geti sagt veikind og gerviveikindi, en einn fyrirlesara þar er Gunnar Ármannsson, lögmaður. Hann ætlar að ræða, ég held, misnotkun réttarins og fleira. Og hann er hingað mættur í Rauðaborðinu. Vertu velkomin, Gunnar. Já, þakka fyrir það. Takk fyrir. Gaman að fá þig. Já, bara gaman að koma. Fyrsta skipti er það ekki sem þú kemur hingað til okkar? Jú, þetta er í fyrsta sinn. Ég er alltaf gaman að fá fólk í fyrsta skipti. Hér viljum við hafa alla liti samfélagsins og alla raddir og ég hef fylgst svolítið með þínum skrifum. Þú hefur sem sagt, eitt af því sem þú hefur sagt er að sum stéttarfélög séu furðu hljóð vandamál sem þú hefur séð í þessum efnum. Já, mér finnst það. Já. Og ég get alveg útskýrt það dálítið vegna þess að það eru nokkur ár síðan ég fór að skoða þetta sérstaklega. Og það var nú bara illri nauðsyn vegna þess að ég vinn hjá fyrirtæki sem er með yfir 200 manns í vinnu. Og við erum með stóra starfsstöð fyrir austan á Reyðarfirði, þar sem við erum að þjóna álveri. Og það fór allt í að bera mjög á því að þegar að við vorum með okkar starfsmenn sem eru margir sem koma erlendis frá, sem betur fer vegna þess að við fáum ekki fólk hér á Íslandi, þannig að við reiðum okkur á það að fá erlenda starfsmenn. En það fór að bera á því allt í að ef að starfsmaður sagði sjálfur upp störfum eða ef að við sögðum starfsmann upp, þá kom eiginlega undantekningarlaust læknisvottorð daginn eftir eða samdægurs og það hitti yfirleitt alltaf þannig á að læknisvottorðið það gilti út uppsagnarfrestin. Okkur þótti þetta vera að var sérkennilegt. Þannig að svo gerist það í eitt skiptið að það er samstarfsmaður einn sem að misbýður hvernig hans samstarfsmaður ætlaði að haga sér. Vegna þess að hann var búinn að segja frá því að hann ætlaði sér að taka veikindi áður en hann færi orlof og færi til heimalandsins. Og hann var reyndar í því tilviki búinn að óska eftir því að fá launalaust leyfi til að fara fyrr, en bara af aðstæðum þá gátu ekki orðið við því. Þannig hann sagðist þá ætla að gera þetta svona og samstarfsmaðurinn lét okkur vita sem hann klagaði, vissulega, og ofbauð, skulum orða það þannig. Og það sem gerist er það að við vitum að þessi tiltekni starfsmaður að hann er komin til Reykjavík og er að fara í flug til síns heimalands og við náum sambandi við hann og óskum eftir hann koma starfsstöð okkar í Hafnarfirði og ræði við mannastjóra sem hann ekki gerði. En hann skilaði við læknisvottorði. Síðan gerist það að koma 2-3 önnur læknisvottorð og meðan hann er erlendis og öll frá heilbrigðisstofnun fyrir austan það að hann sé veikur. Og við vissum það vel að þessi vottorð þau voru ekki rétt vegna þess að maðurinn var ekki staddur fyrir austan. Þannig að það voru ekki læknisskoðun fram. En voru samt vottorðin ófölsuð? Já, já, þau voru það. Vegna þess að ég hef komist að því eftir að ég fór að kynna með þessi mál betur að læknar eru vandir af virðingu sinni og þeir vilja ekki standi því að falsa vottorð. Hins vegar kemur það fyrir þeir gefa út vottorð án þess að skoða viðkomandi sjúkling. Það sem ég gera í þeim tilvikum er það að þeir fylla ekki út í reyting hvenar skoðun fór fram. Þar með eru þeir ekkert að segja að þeir hafi skoðað sjúklingin. En læknisvottorðið hefur hins vegar enga þýðingu í þessum tilvikum. Það sem gerist í kjölfari á þessu er það að við neitum að greiða veikindalaun og við fáum þá stéttarfélagið á staðnum að móta okkur. Og þeir náttúrulega leita til síns lögmanns. Hvað er stéttarfélag? Þetta er bara stéttarfélag fyrir austan. Þú vilt ekki nafngreina það?
Jú, þetta er besta stéttarfélag er afl og hérna standa sér vel í langflestu sem þeir gera og þeir eru vissulega bara að reyna að verja sína hagsmuni. En það sem ég vildi kannski segja með þessu er það að mér finnst stundum sem stéttarfélögin gangi mjög langt í að verja mál sem eru raun og veru óverjanleg. Mér finnst ekki velja nógu vel úr. Nú er það þannig að ég hef reynslu af því að starfa fyrir stéttarfélag. Ég var framkvæmdastjóri Læknafélagsins í 7 ár og ég lendi í alls konar málum þar. Og við fengum stundum inn á okkar borð mál félagsmanna sem að við einfallega neituðum að fara með lengra að því að okkur fannst þá félagsmenn okkar ekki vera með réttin sín megin. Mér hefur fundist vanda á þetta dálítið hjá stéttarfélögunum vegna þess að við erum að fá á okkur alls konar kröfur sem að við erum bara alls ekki sammála og þarna fyrir austan það komu 3 mál í röð þar sem að við neituðum að greiða veikindaréttindi og alltaf fenguðu stéttarfélag á móti okkur. Í engu þessara tilvika fóru þau áfram með málin. Þannig að þegar að til átt að taka þá bökkuðu að þau sá að málstaðurinn var ekki góður. Í opinberri umræðu síðan þetta átt sér stað, núna bara síðustu mánuð og jafnvel ár, þá hafa stéttarfélögin almennt verið furðu þögul þetta. Vegna þess að þau reynda kvartæfi því að atvinnurekendur séu grimmir og tala þetta með ákveðnum hætti og óvægnum hætti þegar að vera að tala misnotkun á þessu réttundum. En það er þannig, þú þarf bara að hugsa sjálfan þig eða tala við vini þína eða tala við einhvern. Það eiga allir sögur það að vinnufélagar þeirra séu eða hafi misnotana rétt. Og síðan ég fór að fjalla þetta, þá hef ég fengið á mitt borð alveg ótrúlega margar sögur og margvíslega sögur og maður bara skilur stundum ekki fólk skuli leyfa sér þetta. En það er í þessu þetta að fólk almennt er ekkit endilega hrifið að því að það sé vera að misnota réttin, það er að segja vinnufélagarnir séu að gera það. Vegna þess að þetta bitnar á samstarfsmönnum. Ég meina þeir þurfa að hlaupa hraðar. Það er bara nákvæmlega þannig. Þannig þetta er samfélagslegt mein. Já, en væntanlega það líka þannig að nú þú að tala fólk hjá einkafyrirtæki og þar eru einstaklingar sem hafa beina hagsmuni í rekstri frá degi til dags á því að halda vinnustöðunum saman. Í opinberum fyrirtækjum þá er kannski minni vilji eða minni eftirfylgni. Það er svona kann að vera að það sem meira máttleysi eða hvernig ég á orða það gagnvart því að fara á bak við ástæður þess að fólk er mikið fjarverandi, ekki satt? Jú, en þetta er samt þannig, það er munur á opinbera gerfinu og almenna markaðnum, en svo er þetta líka bara munur á milli vinnustaða, hvernig kúltúrin er. Og ég heyrði til að mynda sögu úr skólakerfinu nýverið sem er áhugaverð. Að þar sem sagt er sagan svo að það eru leiðbeinendur inn í tímum með kennurum. Stjórnendur í þessum tiltekna skóla tók eftir því að þar sem að kennarar voru sjálfir mikið frá vegna veikinda þá virtist það vera mjög smitandi því að leiðbeinendurnir hjá þessum kennurum, þeir voru miklu meira veikir heldur en leiðbeinendur hjá þeim kennurum sem voru minna veikir. Þannig að auðvitað er það þannig að fordæmin og sérstaklega það eru stjórnendur sjálfir sem að kannski eru duglegir að taka sér veikinda frí innan gæsalappa, að þá auðvitað verður það kannski kúltúr sem að myndast á viðkomandi stofnun eða vinnustað. Þannig að fólk þarf að vanda sig og svo náttúrulega þessar fréttir sem við fáum það þegar kemur upp ágreiningur á vinnustöðum að þá er allt í einu einstaklingur komin í veikindafrí án þess að það sé endilega að ræða veikindi. Þetta er mjög sérkennilegt að sjá þetta. Þannig að vera að nota veikindaréttin á röngum forsendum. En vissulega er það þannig og ég teka fram að þetta getur verið að í sumum þessum tilvika sé það þannig að menn verði fyrir áfalli til dæmis, bara andlegu áfalli og ráði bara ekki við að koma inn á vinnustæðin og ef það er þannig þá lítið við því að segja því að veikindaréttur náttúrulega grípa fólk ef það er í alvörinu veikt. Já. Þetta er einmitt stór spurning. Hvenær leiðir högg eins og uppsögn sálrænt þannig á fólk að það bara lamist og treystir sér ekki vinnuna. Það getur mist allan pondus og status og það getur svona litið þannig á
að það sé orðið bara skemmt epli á vinnustaðnum. Þetta hefur með virðingu að gera í einhverjum tilvikum. En sannarlega hefur þetta einhverju leyti með menningu að gera. Þetta var nú kannski þannig, Gunnar, hérna áður fyrir að atvinnurekendur sjálfir, þeir vildu ekki endilega hafa þann starfsmann innan hús sem þeir voru búnir að ákveða að segja upp. Sérstaklega í efri lögum. Það var talið að hann myndi sennilega ekki gera fyrirtækinu gagn með því að vera 3-6 mánuði eða hvað uppsagnar fresturinn langur áfram hjá störfum. Þannig að þetta var svona, já, í betri kimum efri lögum samfélagsins. Þá var horft til þess að það gæti verið neikvæður ávinningur á því fyrir fyrirtækið að hafa starfsmann áfram sem var búið að segja upp. Það kannski eitthvað sem við getum rætt að þetta sé bara valdefling litla mannsins með hendurnar að hann eigi það sama skilið og stjórnendur? Já, ef að maður vilja fara þá leið þá þarf við þetta bara að semja það með þeim hætti að þannig eigi þetta að vera vegna þess að við mögum ekki gleyma forsögunni hvernig þetta er. Uppsagnarfresturinn, hann er hugsaður fyrir báða aðila í grunninn. Launþeginn, hann getur nýtt uppsagnarfrestin til að finna sér aðra vinnu. Og þannig það nú oft og gerist þannig á eyrinni að launþegi sem í þessari stöðu að hann segir upp eða sagt upp að hann vinnur ekki endilega út allan uppsagnarfrestina þegar hann fær vinnu annar staðar og þá það gert með samkomulagi við vinnuveitandann. Að samanskap það vinnuveitandinn sem þarf kannski að finna þá einhvern annan til að leysa af og í þeim tilvikum sem þú ert að nefna að þá það val vinnuveitandans að segja við starfsmannin að af þessum ástæðum vil ég ekki að þú vinnir hérna áfram þannig ég ætla að greiða þér uppsagnarfresti. Þetta getur líka átt sér stað eins og orðar innan gæsalöppa í þá neðri lögum á vinnumarkaði að þar sem að við erum bara að segja með verkafólk. Þar erum við kannski í dálítið skrýtinni stöðu vegna að margt af því fólki að vinna líkamleg störf og það getur verið mjög erfitt fyrir vinnuveitandan að missa slíka starfskrafta í burtu af því að hann getur ekki fyllt í störf. Þannig að þetta alveg flókið samspil og svo var maður líka ekki gleyma þessu að sko grunnurinn auðvitað sá að launþeginn hann selur vinnuaflið og vinnuveitandinn greiðir kaup. Ef að launþeginn mætir ekki til vinnu og ekki með lögmætar fjarvistir þá fær hann ekki greitt kaupið. Þannig var þetta í byrjun og áður heldur en að veikindarétturinn kom til að þá einfallega var þetta á kostnað raunverulega launþegans ef hann veiktist og gat ekki mætt til vinnu. Jú, vinnuveitandinn hafði út af fyrir sig ákveðin óþægindi af þessu líka því hann þurfti þá að finna einhvern annan til að leysa af. Síðan ákveður samfélagið og eftir mikla baráttu stéttarfélagana að taka þessi réttindi inn þannig í staðan fyrir þetta að verða ábyrgð einstaklingsins þá má segja að þetta verður svona samfélagslegt verkefni, samfélagsleg ábyrgð og þessi réttur gríðarlega mikilvægur og það má ekki gleyma sér í umræðinu misnotkun á réttinum því að í grunninn eru að tala þarna gríðarlega mikilvæg réttindi en það kannski þarf að mennta og kenna kannski sérstaklega yngri kynslóðanum að þetta mikilsverður réttur og hann á að grípa þig ef þú veikist og það getur verið mjög slæmt ef að ung manneski kemur inn á vinnumarkaðinn og fer inn á stað þar sem bara kúltur fyrir því að taka hennar gæsalappa sína 2 daga í mánuði og síðan gerist eitthvað í kjölfarið þar sem viðkomandi verður raunverulega veikur og á það enga veikindarétt. Ég heyrði eina sögu sem ég fannst nú sömuleyti komísk en sýnir kannski hvernig vandamálið Þar var launþegi sem kemur til vinnuveitanda síns og spyr í fullri einlægni hvenær hentar þér að ég taki mér veikindadag? Þetta svolítið komist en þetta sýnir og þetta ekki af illu vilja sem að þessi launþegi kemur til vinnuveitanda síns. Hann bara taldi þetta vera eðlilegt og bara sanngjarna kröfu og bara að vinna með vinnuveitandanum. Þetta heyrir maður stundum í opinbera geiranum að það sé litið á það bara sem hluta af fríðindunum bara af starfsmannasamningi að það séu 2 veikindadagar í mánuði og sjálfsagt að taka þá. Sem afar slæmt. En veið þeim sem reynir það á í einkageiranum miðað við það sem ég hef reynt og ég hef töluvert meiri reynslu af einkageiranum heldur en opinbera geiranum en ég hef samanburða hvoru tveggja og það bara það bara staðreynd samkvæmt minni atvinnusögu að það eru
töluvert meiri veikindi á þeim opinberu stofnunum sem ég hef starfað hjá en hjá einkageiranum. Hverju sem að kenna. Menn tala mikið kulnun og ábyrgðina sem fylgir þegar opinber starfsmaður. Á hinn bóginn þá hefur maður líka reynt það að vera í aðstæðum að maður hefur, og allir aðrir í kringum mann, neyðst til þess að mæta fárveikir í vinnuna á einkareknum vinnustöð sem berst í bökkum, ekki síst þá. Þannig að en ég held að það sé alveg ljóst að það mikill munur á hlutskipti opinbera starfsmanna og þeirra sem eru á einkamarkaði að jafnaði. Og að viðurkenna það ekki frekar barnalegt. Já, ég alveg sammála því og það sem að náttúrulega almenni markaðurinn hefur umfram þá opinbera markaðinn, það kannski viðkvæmt að segja það en það samt þannig. Ef að starfsmaður verður uppvísa því að vera að taka sér innan gæsalappa reglulega veikindadaga á einkamarkaði, að þá að sjálfsög það þannig að vinnuveitandi getur bara hreinlega gripið inn í og sagt viðkomandi starfsmann upp. Já. Það ekkert flókið við það. Það flóknara þegar ræðir ríkisstarfsmenn. Það akkurat máli, það mun flóknara. Og þar með náttúrulega eru aðstæðurnar oft og tíðum þannig að fólk getur komist frekar upp með þetta á opinbera markaðnum heldur en á almenna markaðnum. En síðan það þannig að þessi vinnustæðar þeir eru svo ólíkir. Ef við tölum til dæmis læknisvottorð, nú hafa vinnuveitendur þann rétt samkvæmt lögum að biðja læknisvottorð og þannig að launþeginn þurfa að sanna það að hann sé með lögmætt veikindaforfall. Umræðan hefur náttúrulega verið dálítið mikil þannig undanfarið að þetta sé mjög íþyngjandi fyrir heilbrigðisstarfsmenn og heilbrigðiskerfið og það alveg rétt og það bitnar þá raunverulega á okkur öllum sem samfélag. Hvernig nær maður sér í læknisvottorð? Það svo langt síðan ég fengi læknisvottorð, kannski bara svo langt síðan ég verið veikur. Nei, þetta símtal eða hvað gerir fólk? Nei, til þess að læknisvottorð sé fullgild sönnun, þá þarfst þú að fara og hitta læknin og læknin þarf að skoða þig og hann þarf að skoða þig í veikindunum. Og það sem að heilbrigðisstarfsmenn hafa kvartað yfir það að það kannski full biðstofa af sjúklingum sem eru raunverulega veikir. Síðan kannski einhverjir launþegar sem að mæta þarna líka sem eru bara með einhverja umgangspest sem að mun lagast að sjálfu sér á nokkura inngripa á kannski 2 til 6 dögum. Læknandi sjá eftir þeim tíma sem fer í að sinna þessum einstaklingi. Hann tekur tíma frá öðrum, það þarf að skoða sjúklingin, það þarf að skrá í sjúkraskrána hvað að honum og það þarf að skrifa út vottorðið. Og þeir segja að það sé ekki þeirra hlutverk að standa í þessari hliðvörslu fyrir hönd vinnuveitenda. Ég get haft samúð með þessu sjónarmiði, svo sannarlega. Staðreyndin hins vegar svo að það löggjafinn sem kom þessu kerfi á. Það hann sem segir í lögum að vinnuveitandi eigi þennan rétt til þess að fara fram á það að fá læknisvottorðið til að sanna veikindin og ástæðan fyrir því að þingmenn á þeim tíma 79, 80, 85 settu inn þessar reglur var nákvæmlega það þeir höfðu miklar áhyggjur af því að þessi nýji réttur sem var verið að færa fjölda launþega að hann yrði misnotaður. Þannig að þetta var þeirra ákvörðun til að koma í veg fyrir misnotkunna, þá þetta aðferðafræðin. Síðan það annað mála og út af verið sér ágætis nýsköpun og sniðugt að nú hefur heilsugæslan tekið upp á því að nú getur fólk farið inn á heilsuveru og panta sér vottorð sem þá bara, það kallast ekki læknisvottorð, heldur bara vottorð vegna fjarvista. Þá það launþegi sjálfur sem fer inn á þetta, oftast hann búinn í veikindunum og hann tilkynni bara að setur inn hvenær hann var veikur og afhendi sér vinnuveitanda þetta. Ef að vinnuveitandi lætur sér það vel líka, þá það bara fínt. Þá búið að minnka álagið á heilbrigðiskerfinu, en þá spyr maður sig til hvers hann að biðja þetta vottorð. Hann getur bara sleppt í þá og sagt sem svo, ég ætla bara að trúa öllum mínu starfsmönnum sem segist vera veikir og þannig það á mörgum vinnustöðum og það ekki verið að fara fram á og fá þessi læknisvottorð af því þar kúltúrin þannig að menn bara vita það að það ekki þörf á þessu. Síðan eru aðri vinnustöðir sem eru bara öðruvísi, þeir eru stærri, margbreytilegir og ekki síst eða koma grunnsemdir að sé verið kerfisbundið að misnota réttinn, þá hefur vinnuveitandinn enga aðra úrkosti en að biðja þetta.
Og þannig kannski skapast þessi svona togstreita á milli heilbrigðiskerfisins annars vegar og vinnuveitandan hins vegar. Og af því að nefndi nú stéttarfélögin hérna áður og mér finnst þau nú kannski mættu beita sér betur, þá ætla hann samt að nefna það að það var alveg stórgóð grein frá hérna einu stéttarfélagi, nýverið, sem birtist á vísi.is. Bjarni Kristjánsson hjá Visku þar að skrifa fyrir hönd stéttarfélagana þessi málefni og hann gerir það mjög góðan hátt og bendir á það að stéttarfélagin þurfi að standa sig betur í að kynna þetta fyrir raun og veru kerfið fyrir sínum félagsmönnum. Og þessu alveg sammála. Og ég held að við ættum að taka höndum saman atvinnurekendur, stéttarfélögin einmitt að kynna þessi réttindi og það skiptir miklu máli að sér fari vel með þessi réttindi. Vilji maður ekki traust. Einmitt. Þú hefur sjálfur reynt á eigin skinni í persónulegu tilliti að við getum mist heilsuna hvenær sem og þá einmitt eins og þú nefndir áðan getur verið dýrt að ef við höfum, hvað maður að segja, sólund að veikinda réttinum okkar, veikinda dögunum í tímabil sem við hefðum kannski getað mætt í vinnuna. Sko, það akkurat málið og þess vegna þurfum við að fara inn á þessa fræðslu til unga fólksins okkar sem að koma inn á vinnumarkaðinn og benda þeim á að hlutinni munu geta breyst. Þegar að við erum að koma inn á vinnumarkaðinn eða vorum að koma inn á vinnumarkaðinn, við vorum ung og hraust og við töldum að það myndi lítið geta komið fyrir okkur eða eiginlega ekki neitt, við vorum ódrepandi ef svo má segja. Síðan tekur lífið við og kennir manni að hlutirnir eru öðruvísi. Ég 38 ára gamall þegar ég greinist með blóðkrabbamein. Þá hitti þannig á að ég hafði einhvern hluta vegna á árunum á undan tekið bæði líftryggingu og sjúkdómatryggingu og þá var þetta kona mín hafi gert það líka sem átti eftir að koma sér vel. Þetta sambland, við þurfum að hugsa veikindaréttin okkar og við þurfum að hugsa hvað gerist ef þú verður alvarlega veikur og verður kannski frá vinnu í mjög langan tíma. Kona mín þáverandi að hún fékk krabbamein og dó. Það tók 14 mánuði. Hún náði ekki að verða 50. Hálfbróðir minn hann fékk blóðkrabbamein fertugt og hann var frá vinnu í ár. Nú á ég sem sagt annan hálfbróður hinum megin frá. Sonur hans innan við tvítugt að berjast við blóðkrabbamein. Þarna bara í þessari litlu fjölskyldu sem ég nefni núna 4 manneskjur sem hafa fengið alvarlega sjúkdóma og hafa verið frá vinnu í einhver tíma mismikið. Veikindarétturinn hann svona 3-4 mánuðir. Síðan kannski tekur við einhverja greiðslu frá stéttarfélögunum í einhverja nokkra mánuði til viðbútar og sem betur fyrir þetta oftast nægjanlegt en alls ekki alltaf og þá skiptir þetta máli að vera búin að taka tryggingar. Ég nefni þetta sérstaklega vegna þess að ég hitti nú einu sinni á vetri læknanema á 5. ári ásamt prófessor við háskólann þar sem að ræða þagnarskyldu heilbrigðisstarfsmanna og við endum þann kúrs oft á því að breyta þessu námskeiði í lífsleikni námskeið og þá raunverulega segi ég mína sögu og brýni þetta fólk, þetta unga fólk sem að koma út af vinnumarkaðinn að taka tryggingar meðan það er ungt og áður að fyrir að safna sjúkdómum vegna þess að þá eru tryggingarnar ódýrari og þau geta fengið þessar tryggingar. Og við höfum fengið ábendingu frá nemanda sem satt hjá okkur í tíma sem að fór og gerði nákvæmlega þetta, fór og tryggði sig og sína fjölskyldu og síðan lentu þau í mjög alvarlegu máli með veikindi. Þú tryggir ekki eftir á. Þú tryggir nefnilega ekki eftir á. Og svona karlföskar eins og við, við erum farin að safna sjúkdómum og ég hef gert grína því að nú ég kom með 7, ekki 5 háskólagráður, heldur 7 króniska sjúkdóma. Það er alveg með ólíkindum. Ég mun ekki óskaði til hamingju með það, eins og ég hefði kannski gert að það verið að bæta á því 50 háskólagráður. Já. Þannig að þetta er allt saman samtvinnað. Og svo er kannski varandi þessi umræðu veikindin og veikindaréttin að ég skil ekki alveg þessa viðkvæmni hjá sömu stéttarfélögunum. Ég sá nú í grein þar sem að forseti ASÍ, Finnbjörn, var nú að gagnrýna þingmenn fyrir það að þeir væri ekki að gæta hagsmuna þá vinnandi stétta eins og orðaði maður rétt.
þar vék hann að veikindaréttinum og vildi nú halda því fram að þarna væri verið að halda fram ósönnum sleggjudómum. En hann leti það óátalið að sinni í greininni. Ég skil ekki alveg svona setningar. Vegna þess að hann veit það jafnvel og ég að þetta ekkit ósannir sleggjudómar. Eins og ég kom að hérna í byrjun. Ég meina við þekkjum svo margar sögur þar sem fólk að misnota þessi réttindi. Það til dæmis að var sérkennilegt að fyrir launafólk að vinnu félaginn, hann veikur, svo birtist hann allt í á Facebookarmyndum á skíðum í Austurríki eða eitthvað slíkt. Eða þá að menn eru komin inn í einhverja aukavinnu á kvöldin og það bara rekist á hann fyrir tilviljun. Þetta staðreyndir? Er þetta staðreyndir úr daglega lífinu? Þetta eru sögur sem ég búin að fá að heyra núna eftir ég fór að fjalla þetta. Ég vil ekkert segja það kannski of nákvæmlega. Vegna þess að ég ætla ekki að fara að uppljósta hverju þetta eru. Við erum enn að reyna að ráða í hvað landsliðsmarkvörðurinn okkar í handbolta átti við þegar hann sagði drífið ykkur bara hérna út á EM og komið á stiðið íslenska landsliðið, nýtiði veikindaréttin eða takið ykkur veikindadaga. Sko, það er svo mörg take á þetta. Kannski var þetta bara grín. En kannski hann sem ungur maður líka undir einhverjum áhrifum af svona kúltúr sem það nefndir. Já, ég mitt hugsaði þetta og þegar ég heyrði hann segja þetta, mér krossbrá alveg hreint, en hugsaði með mér, hann í geðshræringu, þeir voru búin að standa sig vel og hann var svona í stöðinu og allt þetta. Mögulega bara að vera fyndinn. Kannski einmitt þetta, að unga fólki lítur svolítið á þetta og segja, þú tekur bara veikindadagi í þetta. Já. Ég hitti ungan mann bara síðast í gærkvöldi og hann sagði, pabbi, nú er ég búin að segja hvað unginn það var. Ég var að passa mig núna með framhaldið. En ég klúðraði þessu. Já, þetta var gott. Ég veit ekki hvort mátt var lengra með þetta. Nei, ég verði að hætta við. Já, fyrst að ég er búin að, einmitt. Við látum eins og ég hef ekki reynt að segja þetta. Nei, en sko sögurnar, þær eru svo margar. Já. Að það getur vel verið að einhverjar að þeim séu lygasögur eða ýktarsögur en síðan þegar þú bara sest niður með vinnufélagunum og ræðir þetta þá það bara kunna allir einhverjar svona sögur. Já, það er svolítið sko þetta er svona heilagar kýr eru aldrei góðar sko. Bara ert þú bara rányrkju kapitalisti, ert þú á móti réttindum launafólks? Akkurat. Eða ertu algjörlega hinum megin og ástnum og bara, þú veist, þetta er leiðinlegt, þetta er skaðlegt, misnotkun kostar samfélagið sennilega 20 milljarða, það var ekki bara Reykjavíkurborg sem var eitthvað 6 milljarða. Já, ég held að vera meira, þetta var 7-8 milljarða 7-8 milljarða bara á einu ári í veikindi. Og auðvitað er hluti þeirra veikinda lögmætur en það er margt sem bendir til þess að annar hluti sé það ekki og þetta er eitthvað mat sem er svo sem flókið, hvað var þetta sálræna, sumir segja við séum bara öll á leiðinni í kulnun og það sé orðið svo viðurkennt að þessi sé í kulnun og hins sé í kulnun að við getum bara fengið öll okkar fríðindi út á það, en þá líka getur verið gott að huglega það sem þú nefndir áðan, að ef við tökum allt út núna þá eigum við ekkert inni til framtíðarinnar þegar við raunverulega þurfum á það. Nei, það er rétt og sko, svo er annað þessu, ég held að almenningur almennt gerir sér ekki alveg grein fyrir hvað þessi réttindi kosta. Jú, við sjáum í fjölmiðlum að þetta kostar Reykjavíkurborg einhverja 7-8 milljarða á ári sem er einhver smáræðistölur. Nei, það er einhver smáræðistölur. Og það er fínt að setja það í leikskóla og eitthvað fleira. Já, nákvæmlega og bara svo við tökum lítið dæmi að þessu iðnfyrirtæki þar sem ég vinn. Við erum með svona rúmlega 200 starfsmenn núna. Við erum í hverjum einasta mánuði að borga sem samsvarar 10-13 mánaðarlaunum í vegna veikinda. Það er rosa mikið á ekki stærri vinnustað, samt erum við ekkert að skera okkur úr og við erum alveg í meðaltalinu með veikindafjárhæstir. Ef við setjum þetta í tölulegt samhengi, þá er þetta kostnaður upp á 120 til 150 milljónir á ári. Þetta er fyrirtæki sem er að velta á ári kannski 6-7 milljörðum. Við þurfum að velta næstu því 1 milljarði til að standa undir þessum greiðslum. Já.
Það 5. hver króna eða 7. hver króna, þannig að þetta gríðarlegur kostnaður. En nota bene, þetta auðvitað að hluta til og sem betur fer að örugglega mestuleyti kostnaðar sem við viljum bera, því þetta sá kostnaðar sem við erum búin að semja að við ætlum að standa undir til þess að hjálpa starfsmönnum okkar sem eru raunverulega veikir. En þetta segir okkur það að ef verið að misnota réttin, sérstaklega við kerfisbundið, þá þetta stóra fjárhæður, þetta skiptir okkur mjög miklu máli. Og ennana þegar farið að tala um þetta á þessum nótum, þá sprettur alltaf upp þessi umræða. Býtum nú við, eru þessir atvinnurekendur eða þessi atvinnurekandi, treystir hann ekki starfsmanni sínum? Vill hann fá læknisvottorð? Þessi maður á bara ekki að vera í rekstri ef hann treystir ekki starfsmanni sínum. Þetta oft viðhorf sem maður heyrir. En eins og segi, þessi vinnustæðar eru misjafnir og sumstaðar þetta svona. Og ég get sagt eins og okkar vinnustæð, þá vorum við með þessa reglu þannig að við vildum fá læknisvottorð ef að veikindi voru lengur en í 2 daga. Eftir þessi umræða fór að stað öll og við fórum að skoða þetta betur, að þá höfum við breytt þessum reglum. Þannig að nú segjum við, nú viljum við ekki vottorð fyrstu 4 dagana. Og það til þess að mæta þörfum heilbrigðiskerfisins. Við viljum ekki íþyngja heilbrigðiskerfinu að óþörfu ef við ekki þurfum þess. Við þess að vissulega áskilum okkur rétt til þess að biðja læknisvottorð jafnvel að fyrsta degi ef það eru grunnsemdir misnotkun. Þarna hins vegar með því að fjölga þessum dögum 2, þá teljum við að við höfum komið til móts við þessa umræðu, en við erum samt í þeirri stöðu að við þurfum stundum að biðja þessi vottorð og það mjög leiðilegt að þurfa að sitja undir þeirri umræðu með því séum við ekki að treysta starfsmönnum okkur, bara staðreyndin þessi að við vitum að það kerfisbundin misnotkun í gangi og við erum þess að reyna að stöðla gegn þessu. Og það sem meira eftir að við fórum að skoða þetta með þessum hætti, þá erum við búin að fylgjast mjög vel með veikindatölunum og staðreyndin svo að á síðastliðin 3 árum þá hefur veikindafjarlægslum, þeim hefur fækkað hjá okkur. Við berum þetta saman frá mánuði til mánuðar, sama mánuði árið á undan og þar á undan og við sjáum að þetta aðeins að fara niður. Og við teljum að það sé ekki vegna þess að við séum með hraustari starfsmenn, en vegna þessar umræðu og hvernig við höfum verið að nálgast þetta, þá fólk farið að veigra sér við því að misnota réttin. Nú langar mig líka að koma inn á eitt. Sko, það oft svo mikill sigur ef fólki líður illa að hafa sig út í vinnudaginn. Já. Og ég nú svo sem ekki lærið sálfræðingur en eitt svoleiðis. En ef við búum til það umhverfi að það sé bara algjörlega umborið og nánast hvatar að við kúpum okkur úr leik, úr virkni, þá getur það verið verst fyrir þann sem þannig hugsar og aðhefst ekki með því að fara í vinnuna. Það eru bara svo ótrúlega mörg dæmi um það og ég get bara sagt það persónulega að þegar ég nú svona stundum glímt við ein sál að það besta sem maður gerir það að reyna að verða virkur og ferðalagið í vinnuna alls konar ranghugmyndir hvað muni taka við þegar maður komin inn fyrir þröskuldin sem eru kannski á leiðinni eða heima hjá fólki. Veruleikinn oft annar þannig að það líka eitthvað sem að væri fínt að ef þið værið aðeins að ræða alltaf á þessu málþingi núna sem ég kynnti áðan. Já, ég held að við munum örgulega koma inn á þetta og þetta alveg hárrétt hjá þér og það kannski sem að öðruvísi hér á Íslandi heldur en á hinum Norðurlöndunum það að þeir sem fara í veikindaleyfi, jável lengra veikindaleyfi, að þeir eru bara látnir afskiptir. Það ekkert samtal sem á sér stað við launþegann og það ekkert endilega gott. Vegna þess að einmitt eins og þú segir, launþeginn, þetta verður alltaf brattar og brattar í brekka fyrir að koma tilbaka. Sumstar á Norðurlöndunum þá bara eftir tiltölulega stuttan tíma þá þarf að setjast niður og gera plan endurkomu og það á sér stað samtal á milli launþegans og vinnuveitandans og ég held að það væri mjög til bóta ef að það yrði bara almennt og til að mynda nú hef ég sem sagt hitt býsna marga á undanförnum vikum til að ræða þessi málefni sérstaklega læknisvottorðin því þau hefur út af fyrir sig skoðað mjög vel og skrifað þær greinar og fengið birtar.
þá ritrýndagreinar, tímarit lögfræðinga. Í kjölfarið ég búin að hitta til dæmis starfsmenn hjá landlæknisembættinu til þess að ræða þessi mál. Ég búin að hitta forstjóra Landspítalans, forstjóra heilsugæslunnar og síðan fór ég hitti lækni á Vinnuvernd og allt þetta fólk mjög áhugasamt og ég búin að eiga mjög uppbyggilegar samræðar við alla þessa aðila og það viðurkenna það allir að þetta ákveðið vandamál. Og til þess að koma inn á þetta, þá nefndi til að mynda læknir hjá Vinnuvernd að þegar að hann fær til skoðunar sem trúnaðarlæknir, vottorð sem segir að einstaklingur sé veikur eða verði veikur í 3 mánuði, þá segist hann hringja í viðkomandi lækni og spyrja hann út í að byrja hvert planið. Á hann að koma í á sjúklingun og koma í einhverja eftirfylgni eftir 3 mánuði og af hverju í 3 mánuði, af hverju skrifar ekki vottorð bara í 1 mánuð og hittir hann þá aftur og tekur samtalið. Og þetta mjög góður punktur og það ætti náttúrulega raunverulega kannski að skoða það að það megi bara ekkert gefa læknisvottorð út í 3 mánuði í senn. Heldur ætti einmitt að hafa það þá kannski í 4 vikur og þá þurfa að eiga sér samtal og ef að staðan svo að viðkomandi sjúklingur eða launþegi kemst ekki vinna á þeim tíma þá má skrifa út vottorð aftur í 4 vikur eða 2 vikur eða hvað það nú er. Þannig þetta myndur raunverulega hjálpa þessu fólki sem raunverulega glíma við veikindi að koma tilbaka og það þetta það sem við viljum. En hér hefur þú náttúrulega fyrst og fremst talað máli hagsmuna atvinnurekenda og við náttúrulega vitum það líka báðir að það eru til vondir vinnustaðir og vondir atvinnurekendur, vondir vinnuveitendur og við vitum það að það er hellingur af fólki, ekki síst held ég innflytjendur sem búa við ömurlega skilyrði, eru bara pískaðir áfram, veikir eða ekki. Það er líka til mansal og það er til alls konar viðbjóður, þannig að það er ekki eins og að hlutverk mitt hér í þessum þætti segja hvít þó alla atvinnurekendur og segja þið eru æðislegir og við launþegar sem seljum vinnu okkar, við erum meira og minna með allt niður okkur og við erum svikul og ógeðsleg, það er ekki þannig. En þetta sem við rétt aðeins innbröðum á áðan að ef einhvern vantar í vinnu, þann sem á að vera að starfa við hliðina á mér og ég þarf að vinna 2-falt meira fyrir vikið í dag og hann að misnota veikindarétt þá það eitthvað sem við þurfum að tala um. Ekki satt? Ekki nokkuð spurning, við þurfum að gera það og það gott að kosta inn á þetta varðandi til dæmis innflytjendur og þessa vondu vinnuveitendur að því það alveg satt, þeir eru þarna sannarlega og þess vegna náttúrulega tilvist stéttarfélagana alveg gríðarlega mikilvæg, algjörlega og þó ég hafi verið að gagnrýna stéttarfélagana einhverju leyti. Og ávinningur launafólks náttúrulega að miklu leyti að þakka stéttarfélagana. Alveg ekki nokkuð spurning. Grjótarar í baráttu þeirra áratugunar ás. Og ég meina sem betur fyrir eru þau þarna og þau spila algjört lykilhlutverk í þessu máli og við viljum að þau séu að gæta hagsmuna sinna félagsmanna. En það sem ég var að segja áðan að þau þurfa stundum að vega og meta málin. Svo þegar þú nefnir, þetta nú hálf hlálegt að segja þetta, en innflytjendur eða þeir sem eru búin að búa í landinu stuttan tíma og við erum að tala um aðganga heilbrigðiskerfinu og við segjum til dögum að við viljum ekki hafa 2-falt heilbrigðiskerfi, hvernig sem við skilgreinum það og ég nú tala reyndar um þessi mál býsna lengi, hvað áttu við? Sjálfsög 2-falt heilbrigðiskerfi hérna. Það alveg augljóst. 2-falt eða 3-falt. Heldur þú að ég sé í sömu stöðu og einhver innflytjandi sem búin að búa í landinu í stuttan tíma til þess að fá læknisþjónustu? Nei, veit skulda ekki. Það augljóst að það ekki þannig. Fjölskyldur heilbrigðisstarfsmanna eru með mjög góðan aðgang almennt að heilbrigðiskerfinu og við bara ekki tengslanett við höfum miklu betri aðgang að heilbrigðiskerfinu heldur en mjög margir aðrir og þetta auðvitað kannski vandamál sem ekkert einfalt að glíma við en svona þetta. Já, stéttaskipting. Það bara þannig og við þurfum bara að viðurkenna það. Þannig við viljum ekki 2-falt heilbrigðiskerfi en við erum samt með það. Og í gæðum þá höfum við verið að sigla niður. Þú hefur líka skrifað greinar um það að heilbrigðiskerfi það aðeins á niðurleið í samanburði við nágrannalöndin. Það náttúrulega óskaplega leiðilegt að segja þetta en á árunum 2009 til 12 þá var íslenska heilbrigðiskerfið í 3. sæti í ákveðnum samanburðarlistum
heilbrigðisþjónustu sem var verið að veita innan Evrópuríkjanna og ég skoða þetta núna í byrjun árs og nú erum við komin niður í 10. sæti. Ég er ekki að segja að heilbrigðiskerfi okkar hafi versnað á þessum tíma en í samanburði við önnur lönd. Þetta var vinstristjórnin sem að redda þessu. Hún sem ekki vinstri með það ekki. Jú, hún ætti að gera það. Að þá erum við að dragast aftur úr í þessum málum og það er mjög alvarlegt. Og aðeins við erum að tala um hennar veikindarétt og menn vilja reyna að leysa hann. Þetta þarf samtal allra hagsmuna aðilana. Þetta þarf að vera aðkoma atvinnureikanda að þessum málum augljóslega. Þetta þarf að vera aðkoma launþega að þessum málum augljóslega. Þetta þarf að vera aðkoma heilbrigðiskerfisins augljóslega og að lokum þetta þarf að vera aðkoma alþingis. Það eru alþingis sem setur þessar reglur sem eru gildandi í dag og það er þá alþingis sem þarf að koma því ef það á að breyta þessu. Og af því að við erum að tala hérna um vandamál, ég hef ekki tala mikið um lausnir. Ég hef þó nefnt eina tillögu og fekk nú viðurnefnið Bolabítur og Búrnaskálm fyrir að nefna það og það var einmitt frá talsmanni stéttarfélaga. En ég hef velt þessu upp vegna þess að þetta er sérstakt vandamál þegar að komir inn á þetta viðkvæma tímabil sem uppsagnarfrestur. Það er í þeim tilvikum sem að virðist vera mjög mikil hætta á því að fólk frestist til að misnota hana rétt. Í þeim tilvikum hef ég spurt, er ástæða til að breyta kerfinu þannig að ef að starfsmann sem komin á uppsagnarfrest veikist og vinnuveitandi vill fá læknisvottorð, að í þeim tilvikum þá verði viðkomandi sjúklingur að leita til trúnaðarlæknis. Ekki inn á heilsugæsluna eða eitthvað annað. Þetta myndi hafa það í för með sér að álagið á heilsugæsluna það myndi minnka. Kostnaðar að þessu eru þá borin af vinnuveitendum, þannig að það er þá náttúrulega að hugsa það líka. En í þessum tilvikum þá hefði sá læknir sem fær viðkomandi til skoðunar. Hann er ekki með nagandi samviskubit að þessi tiltekni einstaklingu sé að taka tíma frá það sem raunverulega þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda. Af því í þessu tilviki er viðkomandi ekki að leita sér heilbrigðisþjónustu. Hann er bara að fá staðfestingu á því, er hann óvinnufær vegna veikinda. Já, og ég mölvaði einu sinni á mig fótinn og þurfti að vera fjarverandi í 3 mánuði eða eitthvað og þá einmitt láleiði mín beint til trúnaðarlæknis. Ég var að vinna hjá ríkinu þá. Þannig að já, bara svona. Svo er það nú eitt sérstakur ángi, en það er í kjarasamningum ákvæðum það, að vinnuveitandi hefur val það hvort að launþegi eigi að fara til trúnaðarlæknis eða bara til venjulegs læknis. Og það hefur verið tekist á þetta fyrir dómstólum. Hvort að launþega sé skylt að fara til trúnaðarlæknis ef vinnuveitandi óskar eftir því. Og niðurstaðan var sú hjá félagsdómi að af því að það stóð ekki í ákvæðinu að viðkomandi þyrfti að fara til læknisins, þá var ekki hægt að skikka hann til þess. Ég gagnrýni þessa niðurstöðu og segja hún sé röng vegna þess að læknisvottorð, það verður ekki skrifað nema lækninu skoði sjúklingin og ef að vinnuveitandi á að hafa heimild til þess að skikka sjúklingin til að fá læknisvottorð frá trúnaðarlækni þá felst einfaldlega í því að hann verður að fara til trúnaðarlæknisins. Síðan er það allt annað mál að ég kemst að því í mínum rannsóknum að ég tel að þetta ákvæði í kjarasamningum að það sé bara ekki heimilt að hafa það þarna. Vegna þess að þetta er raunverulega þrenging á þeirri lagareglu sem gildir þetta. Að því í lögunum þá er eina skilyrðið að þú skilir læknisvottorði. Aðilar á vinnumarkaði hafa enga heimild til að semja það að þú er að fara til einhvers tiltekins læknis, hvort sem það trúnaðarlæknir eða tilgreindur heimilislæknir eða einhver sérfræðingur. Þá er verið að þrengja að setja lagareglu. Þannig að ég hef nú svona bent á þetta í minni grein. Einmitt. Gunnar, gaman að spjalla við komast ekki lengra. Hvernig ertu blóðkrabbaminn? Ertu heill? Já, ég er nokkuð heill. Ég er það fylgst með mér reglulega og eins og þá er blóðkrabbinn í dvala. Ég sem sagt fekk nú 13 ára hlé eftir fyrstu meðferðina. Svo fór ég detta niður 2018 og fór í meðferð 2019 sem stóð til 2021 og síðan er ég búin að vera hlé. Það er bara góður. Já, þú hefur lært að þakka fyrir hver dag. Ekki nokkuð spurning. Einmitt. Hver dagur er gjöf og við höfum farið vel með hann. Satt. Gerð þakki fyrir komuna. Takk sömuleiðis.
Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli hér eftir andartak. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.